Brekkukotsannál. Þetta er í miðjum 30. kapítula sem heitir Sálin íklædd lofti. Og norðankonan stynur inn í komendunni. Ef satt skal segja, þá hafði ég fyrstu vonað að þessi kona myndi fljótlega deyja eins og hinn konan sem dó hér árið, sú úr landbroti. Reyndar voru okkur heimafólki þeim mun færri gustugaskyldur á herðum gagnvart þessari en landbrytlingnum. Með því hinn síðan nefnda var ekkja en þessi var manni gefin. Hitt fannst mér óþarft af bónda hennar að vera í sífelldu kraftaverkastússi út og suður fyrir hvort sem var í stað þess að framkvæma á konu sinni þau kraftaverk sem nauðsynlegri voru. Eða þó ekki væri nema skipta kalda bakstra á höfði hennar þar sem sýnt var að volgur fjósskítur duði skammt. Ég reyndi að láta sem heilsa konunnar væri mig óvarðandi með öllu og leit aldrei á hana viljandi, þó fyrir kæmi að líkist upp inn til hennar og var því fegin að hún skyldi í öngum hlut viðurkenna návist mína. Mér fannst hver maður gæti prísað sig sælan, sem svo rækilega var samklestur við Tamas, hið þriðja og síðasta efni niðrávið í heimspeki þeirra hjóna. Að hann taldist ekki til manna gagnvart háþróaðri endurholdgun sem eins og kona þessi var, þó ég sæi á hinn bóginn litla ástæðu til að biðja henni sérstakrar hýðingar eins og Horatius þegar hann orti Chloe. Einu sinni sem oftar, í langri kjurri miðju einhvers útmánaðadags, geng ég upp til okkar á loftið með bókarrifrildin mín. Kapteinn Haagensen hefur dregið upp fæturna og lagst til svefns ofan á hjá sér eftir vandast sínum á þessum dagtíma. Hrotur hans hafa eflaust yfirgnæft fótatak mitt og brakið í stiganum, en þegar ég er komin hálfur upp loftskatið, þá ber sýn fyrir augum mér, svo mig stansaði, því ég hafði aldrei séð neitt þvílíkt áður, en það var berkvenmaður. Svo fákunnandi var ég þrátt fyrir mikinn latínulestur, að ég hélt fyrst að þetta veri eitthvað dýr sem gleymst hefði að skrifa í náttúrusögu, eða jafnvel hulduvera. Ég stóð stjarfur og góndi eins og ég ætlaði að verða til þar í miðjum stiga. Hún stóð til fóta í rúminu hjá gamlamanninum sofandi og var íbogin að gæjast út gluggan litla þar sem puntstráið barði rúðuna. Hið gula hár hennar var tekið saman með spotta bak við eyrun og hangdi á þekkt tagli langt niður á bak. Ég sá hlið henni hve nett hún var á vangan, grannleit með þetta beina nef og vel smíðaða höku, svo og einhvern veginn alveg rétt gerðan munn og þetta stóra geislandi hár. Að öðru leyti var þessi mannslíkami svo nærri því að vera skopstæling sjálfs sín, sækir ofgerðar sköpulagsins, að það var erfitt að ímynda sér að sá sem átti slíkan líkama fengi þjáðst af öðru en ofhilsu, ef sá sjúkdómur er til. Mér datt það kannski ekki í hug þar á stundinni, en hef oft hugsað síðan, að hafi nokkru sinni verið endurborin á Íslandi Gyðjasú sem fyrir eina tíð bar fram hornið kornukópía, kennt við ofgnótt
og vaxið hefur á frægri geit, þá hafi það verið þessi. Auk þess sem hún var lepskimælt prinsessa, 40.000 ára úr Himalajafjöllum, hjarðmaður sú geitférak með sveininum Dafni og Klóe sem góðskáldið Horatius hefur lengstra orða beðið ástgyðjuna að afhýða. Samt var þessi snauðust kvenna á Íslandi, svo ég hefði spurnir af, hin nakta kona án snældu, svo nækin, svo snældu laus, að það ekki einu sinni til mann málsháttur. Og ef hún eignaðist pjötlu upp á kroppinn, hlutaði hún hana sundur og saumaði úr tætlunum listaverk með upprækinu úr sokkum bónda síns. Guð minn góður, hjálpi mér og fyrirgefi mér, sagði konan. Þegar hún var þess vör að einhver stóð bak við hana í loftskætinu og var að horfa á hana. Ég var bara að gá út gluggann hvort ég segi ekki mannin minn koma. Og í þessum töluðum orðum hljóp hún ofan rúminu okkar kapteins Hogansens og hvarf inn í komentuna til sín og fór upp í hjá sér og breytti ofan á sig. Og það leið ekki á löngu áður þyrmdi yfir hana nýju með sárum stunum sem báru vott litla vonglóru eða öngva. Kálgarðurinn hjá forsöngvaranum lá í tröð á miðri góu, en húsið hélt áfram að vera rautt og ég kannaðist aftur við tröppurnar þar sem ég hafði haldið ég myndi verða bráðkvattur í þessum stóru stígvélum og dyrnar með þröskuldinum þar sem ég hafði stundum staðið og beðið þess að einhver kemi til dyra og verða að kvíða fyrir því að nú kæmi eitthvað pípuhljóðið úr kverkunum á mér þegar ég yrði að bjóða góðan dag. Það var rigning. Inni var búið að kveikja, en ég þorði ekki að setjast á vegginn forsöngvarans, af ótta við að einhver kæmi út úr húsinu og sæi mig. Ég settist á grjótvegg utan garðhólu hjá svolitlu einhölu koti hinum megin við götuna, skáhalt við forsöngvarahúsið. Ég horfði upp í gluggana, í von þess að skugga brygði fyrir á gluggatjaldi. Það var lán að hún amma mín vissi ekki hvar ég var og hvað mér var í huga. Að ég ætlaði að fara að stela skugga. Ef hún frétti þetta, hún myndi áreiðanlega senda mig til forsöngvarakonunnar með stórt pottbrauð á morgun. Ég sat allt kvöldið og það rigndi á mig. Út úr einhölukotinu kemur öldungur nokkur, glær af elli með staf og hækju og fyrir að gá til veðurs í kálgarði sínum. Hann spurði mig að heiti. Ég heiti Álfgrímur, sagði ég, og eins og öllum heyrnarsljóu mönnum þá heyrðist honum ég heita Ásgrímur. Það blessur rekjan, sagði maðurinn. Þetta var gamansemi hans, því það aldrei talað rekjunum sláttinn. Þá var átt við að grasið sér rakt og sláist vel. Þegar hann var kominn inn til sín aftur tók ég eftir að ég var orðinn holdvotur. Ég stóð upp og gekk þvers yfir kálgarðinn gamla mannsins. Það höfðu verið lagðar járnþynnur, einhvers konar vogrek allan garðinn og ég vissi ekki til hvers. Ég hef aldrei séð þetta áður. Ég settist á grjótvegginn á nýjum stað og hélt áfram að mæna upp í gluggana hinum megin við götuna. En það kom engin skuggi. Eftir langa mæðu opnaðist ein hölukotið aftur og gamli maðurinn kom út að spá meira til veðurs. Ert þú utanbæjarmaður, sagði hann. Já, sagði ég. Segir nokkuð títt, sagði hann. Nei, sagði ég. En til húsir þessari járnplötur hér í garðinum. Ég hef þær á sumrin til að hlúa að desjónum, sagði hann.
Þær draga sólarhitann af moldinni. Það verða stærri kartöflur. Það leið og beið. Ég sat á veggnum í rigningunni. Þó ég biði og biði, þá kom engin skuggi. Seinast tók ég eftir því að ég var ekki aðeins blautur, heldur nötruðu í mér tennurnar. Þá kom gamli maðurinn út í þriðja sinn að spá. Hann gekk í kringum kotið sitt, gáði í allar áttir og uppgötvaði að ég satt enn á grjótgarðinum. Hvað hérstu nú eftir, sagði kallinn. Ásgrímur, sagði ég. Og eftir hverju ert þú að bíða, sagði hann. Ég er að bíða eftir skugga, sagði ég. Þrítugasta og fyrsta kapítuli. Ef til vill Guðinn. Álfgrímur, sagði konan. Ég er enn komin upp á miðloftið að áliðnum degi og mér minnir ég hafi verið byrjaður að rýna í dæmin mín. Það var komið að því ég færi að leysa annarar gráðu líkingar með fleirum en einum óþekktum. En Kapteinn Haagensen hefur fleygt sér að vanda. Ég trúði varla öðru en mér hefði misheyrst að konan skildi nefna nafn mitt. Ég hélt fram að þessu að ég stæði of neðarlega í endurburðar stigann til þess að háþroska vera skynjaði mig. Aukin heldur vissi hvað ég héti. Álfgrímur, segir konan aftur. Og það var ekki að villast. Hún hlaut að eiga við mig því ekki var öðrum manni til að dreifa með þessu nafni á landinu. Ég legg frá mér reikningsbókina, rís á fætur og lyfti kómentu hurðinni frá stöðum. Konan hafði dregið sængina upp að hinu gríska nefi og hárið flóði út yfir koddann. Viltu, segir konan, fara fyrir món í vastunnu og sækja mér velkalt vatn í skálinu á vatna. Ég fór auðvitað orðalaust á stað með skálinu á hann í bæjardyr og kom aftur með kalt vatn. Konan hélt áfram að stynja af kvölum. Auktu leti mín á vættu mér kaldan bakstur, sagði konan. Eruður að versna, sagði ég. Það er ekki orðið yfir það, sagði konan. Ég vildi ég vissi hvað ég hef gert af mér í einhverju löngu liðnu lífi. Höfuðið á mér er svo eldsvíti. Fynd á mér ennið. Ég lagði lófan á enni konunar eins og hún vildi að ég gerði. Það má vel vera að þarna hafi verið eldsvíti, eins og hún sagði. En þá einhverjum sér í lagi að innanverðu því utan á fannst mér ennið heldur í kaldara lagi. Finnst þér ekki óttalegt, sagði konan. Jú, ætli það ekki, sagði ég. Eða hvernig hjartaði mér lætur, sagði konan. Komdu með höndina, fyndu. Hún tók hönd mér og stýrði henni inn á barm sér undir sænginni. Finnurðu, sagði konan. Nei, sagði ég, því ég fann í rauninni ekki annað en það, hve mjög kvenmannsbrjóst er viðkomu mýkra rifjahylkinu sjálfum manni. Auk þess vissi ég ekki mun á réttum eða röngum hjartslætti í fólki. Haltu hendinni svolítið ofar og býttu þangað til þú finnur það, sagði hún. Ég gerði eins og hún bað. En fann ekki annað en að gervartan á konunni stóð upp í lófan á mér. Ég brensaði konan, legði mig baksturinn fljótt. Kvöldið voru allir heima á loftinu og kómentu hurðin á hálfa gátt. Til þess Chloe gæti heyrst á málmanna sér til afþreyingar, segir þá ekki konan upp yfir alla innan á kómentunni.
Það áreiðanlega meir en lítið sálrænt í höndunum á honum Álfgrími. Hann skipti bakstur við höfuðið á mér í dag og það var eins og við mannin mælt. Hann hafði ekki fyrr komið ennið á mér en ég fór að finna straum og eftir dálitla stund var ég búin að fá þennan rétta skjálfta og síðan sofna ég og vakna hressari en ég minnist lengi. Ég hann hefur gáfur til handa uppleggingar meir en flestir andlegir læknar sem hafa hingað til reynt við mig. Bóndi konunnar reis úr sæti og kom til mín og fór að skoða á mér hendurnar. Hann þuklaði þær af sérþekkingu og lét sig falla í leiðslu stund, eins og sagði hátíðlega: Þetta eru andlegar hendur. Það var svo sem auðvitað að Chloe mundi af eðlis ávísun formerkja allt andlegt í nánd við sig. Þessar hendur, þó þær séu í stærra lagi og raunar dálítið eins og klaufalegar, þá felst í þeim minna af tamas og meira af sattva en margan skildi gruna. Hver veit nema pilturinn sé bodhisattva. Það er eitthvað í þessum höndum sem minnir á selshendur. Mér dettur helst faraó í hug. Ó, sússaðar selshendur, sagði konan, er hægt að hugsa sér nokkuð unaðslegra en maður þyrði að borða þær vegna sálarinnar. Þú meinar vegna lausnarinnar, Chloe, sagði Drömman. Selshendur kölluðu við nú Hreyfa við Breiðafjörð, sagði kapteinn Hógensen. Já, það er þjóð faraós, eins og við vitum, sagði Drömman, og þess vegna hafa þeir augu og hendur eins og menn. Það er mikið, ættum við þó að vita, og drukknuðu í Rauðahafinu, hélt ég. Það var svo þjóð sem stóð hæst í lífstiganum og sínum tíma, ef ekki hefði hvílt á henni þetta þunga karma. Hvaða karma var það? Spurði einhver nærstaddur, því karma, prana, sattva og þess háttar var orðið daglegt mál á loftinu þessar mundir. Já, það þurfum við ekki að spyrja, sagði Drömman. Hvað verður maður þó að vita? Þeir hnepptu fólk í þrældóm og létu það síðan reisa píramítana og bera allt grjótið af sjálfum sér. Nokkrir næturgestir sunnan úr Njarðvíkum voru að vísu reiðubúnir að trúa læknismætti handauppbygginga og öðrum sálrænum og yfirnáttúrulegum lækningum, ekki síður en taðlækningum sem þá voru enn tíðkaðar suðum sjó, en áttu báara með að trúa hinu að hengilmæna sú er þar kúrði yfir latínubók væri fara á endurborin. Ætli þetta sé nú ekki einhver sérviska í Norrlendinum, sögðu þeir. Það var álíð kvölds. Aldrei þessu vant var eftirlitsmaðurinn á pallinum. Veðurmun hafi verið í lakara lagi svo menn hættu sér ekki út og þurfti ekki að líta eftir neinum. Eins og fyrir daginn þegar hann var nær, þá var einhverjum til hans leikið þegar þörf var á spaklegum svörum. Hann svaraði að lokum. Öðru nær. Síðan þau Drömmans hjón komu hér upp á loftskorina, finnst mér í fyrsta sinn á ævinni að ég sé komin burt frá sérvitringum. Menn spurðu hvort það væri ekki eins og hverjum kellingavilla að selir væru faraó og menn hans endurbornir. Ekki skal ég það segja, sagði eftirlitsmaðurinn, en hitt veit ég að trúin á karma, lögmál orsaka og afleiðinga og kenningin endurburð og sálnaflakk er að minnsta kosti almennari trú á jörðinni en til dæmis kristindómur. Ég held að obbinn af þeim í Asíá
aðhyllist svona nokkurn veginn sömu skoðanir og þessi heiðurs og sóma hjón. Við í Evrópu erum bara lítilfjörlegur skagi. Þeir sem ekki eru útsker eins og við Íslendingar. Það sem við höldum útskagaviska. Mér finnst ég vera komin heim til mín að hitta loksins fólk sem hefur sömu trú og stærstur hópur jarðbúa. Á maður þá að trúa meiri hlutanum skilyrðislaust í staðinn fyrir að hlusta á spekingana, spurði hinir. Ég er ekki að segja að krummi sé ekki fugl, svaraði eftirlitsmaðurinn. Og eftir fróuna heyri ég honum krunkið á veturna þegar aðrir fuglar eru á bak og burt. Og það getur vel átt sér stað að hann hafi rétt fyrir sér þegar hann tekur til að verpa 9 nóttum fyrir sumar. En krían er í vissum skilningi 100 sinnum meiri fugl en hrafninn, samt. Þá segir einn næturgestur sunnan við sjó: Já, ég hélt nú að stærstur hópur jarðbúa væri sá sem vissi ekki neitt, og þá ekki fremur endurburð faraós en annað. Mér hefur verið kennt að það væri ekki nema óheiðarlegir menn eða bjánar sem hefðu svar á reiðum höndum við öllum spurningum. Það er allt annar handleggur, sagði eftirlitsmaðurinn. Og þó hygg ég sanni nær að svar sé við flestum spurningum. Séu það lagðar rétt. Aftur á móti held ég að fá svör séu til við spurningum sem bjánar spyrja og enn færri við þeim sem bornar eru upp af ódrengilegum mönnum. Jæja, sagði maðurinn úr Njarðvíkum. Þá ætli ég að spyrja þig að 2 spurningum eins og vanalegur ótukthúsaður maður myndi spyrja og varla meiri bjáni en fólk svona upp og ofan. Hvort tilheyrir maðurinn heldur himninum eða jörðinni? Og hvað segir þú rakarafrumvarpið? Tja, sagði eftirlitsmaðurinn. Ekki myndi nú Össu líka grafa sig ofan í jörðina. Assa býr í forsal vinda, eins og segir í vísunni. Er þá kannski svona auðvelt að fljúga? Tja, það er nú svo og svo. Ekki finnst míslu það. Og jafnvel ekki högna brúði heldur. Það er ekki svo þægilegt að svara fyrir alla jafnt. Aftur á móti langar mig til að nefna fyrir ykkur mann sem svarar öllum spurningum fyrir sjálfan sig, en hirðir aldrei þau svör sem hafa verið útbúin fyrir Össu og míslu jafnt. Og það er hann Björn hérna í Brekkukoti sem við gistum hjá í nótt. En hvað rakarafrumvarpinu við ykkur, þá myndi ég segja þetta. Rakaðu þig hvar sem þú vilt, hvenær sem þú vilt og hvernig sem þú vilt. Bara að þú sést ekki fyrir öðrum mönnum. Ég vil leyfa mér að þakka eftirlitsmönnunum okkar, sagði Drauman. Það eru fáir menn hér á Suðurnesjum sem taka málstað Norrlendinga. Enda var það engin fullyrðinga minni hálfu að þessi piltur sem í dag lagði upp hendur á konu mína sé að fara á endurborin. Slíkt og þvílíkt gæti auðvitað engin maður fullyrt nema sá sem hefði lesið það í Akasakrónikunni. Það sem skiptir máli er að pilturinn hefur læknishendur og konunni minni svíjar. Ef til vill er hann guðinn